Mér finnst mjög skrítið að búa til samfélag utan kynhneigð eða kyntjáningu eða kynvitund bara almennt. Það var reynt að smætta mig, ég fekk hótanir persónulega bæði líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi, flest af hálfu fullorðinna karlmanna. Sem eru í hinsegin samfélagi? Já. Því miður. Þeir leyfðu sér að segja að ég var illa upp alin, þannig að fjölskylda mín fekk að finna fyrir þau líka. Og þetta var bara algjör katastrófa í raun og veru. Og nota bene þau sem úthýsti mér úr þessu verkefni eru ríkisstofnun. Ég vil samt meina það að af því að ég er í þessum minnihlutahópum sem lobbyistar telja sig vera að berjast fyrir, að þá verður fólk ekstra reitt við mig fyrir að tjá mig á þann hátt sem ég geri samanborið við þig, af því að þú ert óvinnurinn að margra mati. My own opinion is enough for me, and I claim the right to have it defended against any consensus, any majority, anywhere, any place, any time. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Þessi þáttur eru boðið Alvörubón, Ljárdalur.is, Bæjarins bestu pilsur, Polsen og Happy Hydrate. Nú ef þú ert að hlusta á þetta núna í opnu streymi, þá getur þú farið inn á pardus.is/einpæling til að fá þennan þátt á undan öðrum, samhliða því að fá hann án auglýsinga. En snúum okkur á þættunum, gjörið þið svo vel. Íva Adrikan, hvað segir þú gott? Ég bara segi allt þetta fína. Það ekki? Jú. Gott að frétta þér? Bara ljómandi. Það var allt og langt síðan að við tókum upp. Við heldum sér bara að verða komið 1,5 ár. Já, sko, þú ert lögfræðingur. Ég er verðandi lögfræðingur, 3 kúrsa eftir. Hvenær má maður kalla sig lögfræðing? Er það bara eftir master? Já, það er búin með fullnaðarpróf, grunn og master. Og svo verður lögmaður að þú ert að vinna í þessu? Ef þú ert búin með lögmannsnámskeið, þá verður lögmaður. Lögmaður er svo ógeðslega snobbaði maður. Þetta er mikið prógram. Þetta er mikið prógram. Líka eins gott að vinnustaðurinn borgi lögmannsnámskeið því að það kostar 600.000 kall á ári allavega að viðhalda lögmannsréttindunum, sko. Já, akkurat. Já. Ef þið eru að horfa á þetta á YouTube, þá með endilega gera subscribe á þessa rás og ef þú vilt hana þátt á undan og án auglýsinga þá ferðu inn á pardus.is/einpæling og þar ferðan á undan öðrum og án auglýsinga. Þannig að fyrir aðeins 990 krónur og eins og ég segi, það er ekkert sem kostar í dag, 990 krónur, þannig að skáli kaffi fyrir því. Íva, hatursorðræða, hún er mikið til umræða núna, það er bakslag í baráttunni. Jú. Þú hefur verið hluti af bakslaginu. Aha. Mér finnst það. Búin að skrifa heila mastersritgerð hatursorðræðu og samt ennþá partur af bakslaginu. Já, sko, ert þú manneskjan til að gera það? Svona ef við hugsaum þetta út frá þeim svona sem hafa verið að tjá sig undanfarið. Það er svo fyndið að fylgjast með þessu út af því að sástu það var Ingibjörg Dögg var að skrifa heimildin að góða fólki hafi tapað. Nei, og að vonda fólki geti núna slakað á út af því að góða fólki tapaði og vonda fólki vann. Já, hver er skilgreiningin á því? Já, nákvæmlega, sem að setur Af hverju tapaði góða fólki? Setur sig á svolítið háan stall, sko. Já, en hver er rökin hennar fyrir að góða fólki tapaði? Það er rauninni bara þessi undir þeim formerkjum að það sé bakslag í þeirri baráttu sem hefur verið háð á undanförnum árum og að það sé, já, til hábærana skammar hvernig við erum að koma fram við minnihlutahópa undir þeim formerkjum að þau sé ekki með sérréttindi sem að oft á tíðum er svolítið sérkennilegt, sko, því að ég hef alltaf talað sko gegn transréttindum en fyrir réttindum transfólks. Og því að strax út komið með eitthvað sko konuréttindi eða einhvers konar eða kvennaréttindi eða eitthvað þannig þá er alltaf undir þeim formerkjum að það séu réttindi fyrir viðkomandi hóp sem að mun óumflýjanlega leiða til einhvers konar ágreinings. En sko hatursorðræða er í rauninni svolítið miðpunktur þessari umræðu. Þannig að byrjum bara á ritgerðinni, á hverju þetta skrifa hatursorðræðu. Af því að ég hef mikinn áhuga á þessu, bæði af því að ég hef orðið fyrir hatursorðræðu, vil ég meina, og verið söku hatursorðræðu. Þannig að maður kemur svolítið að þessu beggja vegna borðsins og það er refsiheimild náttúrulega í almennum hegningarlögum í 233. grein A sem, já, hefur verið deilt mikið og þess vegna langaði mig að gera bara ítarlega greiningu á skýrleika refsiheimildarinnar og bera hana saman við mannréttindaákvæði og hvað Mannréttindadómstóll Evrópu hefur verið að segja og bara hvert inntak íslenskar dómaframkvæmdar er í hatursorðræðu, hvernig dómstólar á Íslandi túlka hatursorðarlöggjöfina og til þess að gera það þá hef ég gert svona refsiréttarlega greiningu á ákvæði 233a
og hérna, já, það svona megin inntak ritgerðarinnar og svo hef ég lagt líka til breytingar á refsiákvæðinu. Hver niðurstaðan? Hver þessar breytingar sem á að leiðin? Sest, í nýjustu dómaframkvæmd Hæstaréttar, það eru 3 dómar sem féllu allir 2017 sem ég kalla hinsegin fræðslu dómana. Þeir féllu allir í tengslum við ummæli sem voru sett fram vegna umdeildra samninga sem voru gerðið samtökin 78 af hálfu Hafnarfjarðarbæjar fræðslu í grunnskólum samkynhneigð og hinseginleika svokallan. Þar kemst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að til þess að teljast refsiverð verði tjáning að hafa í för með sér að lýsa fordæmingu, fyrirlitningu, óbeiti eða andúð á þeim mælikvarða að hún sé í rauninni refsiverð hatursorðra gagnvart þeim sem hún beinist að. En þessi mælikvarði mjög matskendur og við vitum í rauninni ekki hver vilji löggjafans var. Þannig í rauninni þá dómsvaldið og löggjafaldið að skarast ef við erum svolítið fræðileg. Og þess vegna tel ég þörf á að breyta ákvæðinu á þann hátt að við verknaðarlýsinguna bætist að tjáning sé til þess fallin að hvetja til sína stuðning við eða samkennd með ofbeldi, mismunun eða annars konar refsiverðir háttsemi. Og þá erum við komið ákveðin ramma sem tjáning verður að falla undir til þess að teljast refsiverð og þá eru almenni borgarar upplýstari fyrir vikið hversu langt mega ganga í tjáningu án þess að geta átt yfir höfði sér einhverjar afleiðingar. Já, ok, þá hérna svo út af því að kannski fyrir þá sem eru ekki hvað ég var að segir í þessum lagabálkumöllum. Hvað þetta ringun sem þú ert að tala fyrir? Þetta er rauninni þrenging. Þrenging? Já. Á refsirammanum. En sko, það til svona það hefur verið gerður svona píramíti, hatursorðræða píramíti. Það sem orðræða flokkuð í rauninni í 4 mismunandi þrep og efstu 2 þrepin eru þá annarkvort bara hvatning til ofbeldis mismunanar eða annar refsiverðar háttsemi eða samkennd eða stuðningur með slíku athæfi en á meðan neðri mörkin það meira svona elur á útilokun kannski bara móðgandi, særandi, ljót orðræða sem beint að fólki vegna tiltekinna sérkenna sem það býr yfir. En það miklu óskýrari skil milli 3. og 4. flokks hatursorðræðu heldur en til dæmis annars og 3. og þess vegna ég að reyna að afmarka refsiákvæði þannig að það taki aðeins til efri marka þessara flokkunarkerfis sem ég líka styðjast við í gerni. Já. Hvað hérna, sko, þú nefnir hinsegin málin og ég man að þegar ég var að skoða hatursorðræðu þá fara ég nú otila.is sem einhvers konar vefur fyrir, þetta ekki samtöki 78 eða samt einhvern veginn tengd þeim, sko. Það hérna fræðingar akademikarar innan háskólans sem hafa stúdra hinsegin fræði sem bjuggu til þessa. Já. Og núna fer ég inn á mjög tengt samtökurum, sko. Og núna ég hérna á vefnum og þar get ég farið í leitarvef og þar kemur hérna stikkur það sem þau nefna hvað ég get prófað prófaðu til dæmis tvíkynhneigð, öráreitni eða hán og ég prófa að henda inn öráreitni og óviljandi öráreitni hugtak sem notað yfir hversdagslegar athafnir, athugasemdir eða umhverfisþætti sem og svo eitthvað haldið áfram gagnkynhneigð viðmið. Hvað eru gagnkynhneigð viðmið? Hugtakið gagnkynhneigð viðmið mjög skylt gagnkynhneigðar hyggju. Fellur það undir öráreiti fyrir ekki? Já, það það sem kemur upp hérna. Gagnkynhneigð viðmið skilgreind sem öráreiti sem samkvæmt þessari vefsíðu? Það allavega þegar ég slæ inn, ég ætla að taka myndaðu sérna, þegar ég slæ inn öráreitni þá þetta sem kemur upp. Okay. Og svo líka talað jaðarsetningu og jaðarsetta hópa. Ég hérna, sko... Hatursorðræða náttúrulega, ef við erum að tala ritgerðina til dæmis áfram þá hatursorðræða klálega jaðarsetjandi. Já. Ef hún að hvetja til eða sína samkennd með stuðning við að annað fólk sé beitt refsiverðri háttsemi. Og af því að undir þeim form ekki hverði eru þá? Já. Eða vegna sérkenna eða aðstæðna sem það býr við. Já. Og ég var náttúrulega rosa mikill absolútisti fyrir bara óheftu tjáningafrelsi. En eftir að hafa aðeins rýnt betur í þetta. Þá veist þú betur? Já, nei, en mér finnst allt benda til þess að verða að vera einhver mörk, en þau verða þá bara að vera mjög afmörkuð, mjög skýr til þess að
við vitum hvaða afleiðingar tjáning getur haft í för með sér fyrirfram, sem náttúrulega bara skilyrði sem sett í stjórnarskrá. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Já, ég sko alveg mjög mikill absolútisti. Já, ég veit það. Og já, ég veit það. En sko, ég líka einhvern veginn hugsa alltaf sko, ok, jú, ég alveg sammála því að ef einhver að hóta að drepa einhvern eða hóta einhverjum hópum eða eitthvað þannig, að þá megi það alveg vera refsivert. En aftur á móti, þá þetta sko líka eitthvað sem ég vil fá upp á borðið. Ég var að horfa hérna Douglas Murray tala við einhver svona samfélags forsvarsmann múslima í Bretlandi og þar var þessi maður spurður hvort það væri ekki hægt að fordæma það að Salman Rushdie hafi verið fyrir stunguárás í kjölfar þess að hann skrifaði bók fyrir 30 árum rúmum, 36 ár síðan hann skrifaði þessa bók og og þessi maður gat ekki sagt til það hvort það ætti að fordæma það að Íran hafi sett fatwa til höfuðs Salman Rushdie fyrir að skrifa þessa grein og fór einhvern veginn bara að tala í kringum hlutina og Douglas Murray náttúrulega benti á þetta að þessi maður væri náttúrulega bara að tala fyrir því að þetta hafi verið að einhverju leyti réttmætt. Og þá velti ég fyrir mér sko, ok, þessi maður á þessum skoðunum, ég myndi eiginlega bara frekar vilja að hann myndi segja það hreint út að hann teldi að það væri réttlætanlegt að drepa Salman Rushdie fyrir það að hafa skrifað skáldsögu fyrir 36 árum. Mér finnst það einhvern veginn líka vera sko undirliggjandi í þessu sko hversu mikið viljum við að fólk sé að hylja yfir sína skoðanir undir þeim formerkjum að þau geti orðið fyrir einhvers konar refsingu ef að þau segja það. Út af því að ég tel að það sé miklu styttra í einhvers konar aðgerðir eins og við sáum rektor Harvard sagði bara hreint út bara já, það er ekki hatursorð ekki að gyðingum fyrir nú reynir að útrýma þeim. Já. Þannig að það bara helfurinn átti sér bara stað upp á þurru. Já, svona nánast sko sem náttúrulega margir telja í dag og svona í síauknum mæli að hafa einhvern veginn verið svona réttlætanlegra heldur en margir að tala eins og þegar þú sérð í sérð myndbönd frá Miðausturlöndum þar sem að fólk allir með þess að aðhyllast Hitler mjög mikið. Já. En ég einhvern veginn sko, þetta náttúrulega eitt af mínu uppáhaldsmálefnum og ég einhvern veginn verið að reyna, ég ekki með mjög fastmótaðar skoðanir í þessu. Já, sko það náttúrulega upp á móti þessum sjónarmiðum, þá náttúrulega alltaf þetta rýmka tjáningafrelsi sem þú veist örugglega hvernig virkar og við höfum meira svigrúm sem almenni borgarar til þess að tjá okkur opinberar persónur eða stjórnmálafólk eða bara fólk sem áberandi og gerir sig gildandi í þjóðfélagsumræðu. En það hefur verið staðfest af Mannréttindadómstóli Evrópu að það hefur samt takmörk þegar þú ert farin að sko fordæma einhvern eða sýna opið hatur og grundvelli sérkenna viðkomandi. Það að segja eingöngu. En ég svo sem alveg sammála, það náttúrulega manni leyfist að segja meira valdamikla eða áhrifamikla einstaklinga. Það alveg viðurkennt, almennt viðurkennt. En eins og með refsiheimildina, hún náttúrulega fyrst og fremst hugsuð til þess að vernda almenna borgara. Til að þurfa ekki að setja undir hvatningu til ofbeldis eða mismununar eða útilokunar. Og það alveg réttmætt af því að það náttúrulega staðreynd að fólk hefur bara mikil völdi í samfélaginu okkar. Og sérstaklega fólk sem stendur kannski höllum fæti vegna ákveðna sérkenna eða aðstæðna. Og mér finnst alveg bara miðað við það sem ég hef lesið og fræðin og allt þetta, þá alveg tilefni til að taka það til skoðunar og setja ákveðna varnagla til varnar almenningi sko. Ég meina bara þetta, ég var með einstaklingi í skóla
sem barn mjög frægs einstakling á Íslandi og viðkomandi þurfti að sitja undir því að vera í tímum og sko eiginlega leiðbeint af einstaklingi sem var nýbúin að segja að það ætti að skjóta foreldrennar á færi á samfélagsmiðlum. Það bara eðlileg krafa að fólk þurfa að sitja undir því? Nei. Það var ekki, sko, það ekki einhver sérkenni eða neitt svoleiðis sem réði því. Já. Það svakalegt. Ég meina, bara það sem fólk að leyfa sér að segja náttúrulega svakalegt og að verða svakalega og svakalega. Já, hefur verið að fylgjast með hérna, núna hefur náttúrulega komið upp rosalega umræða á samfélagsmiðlum í sambandi við bænahús á Leifsstöð, í sambandi við hópnauðgunarmál sem var ekki á rökum reist. Já, það til dæmis mætti alveg koma til að álita hvort að þar sé hatursáræði orðræði að ræða og reyndar í breytingartillögunni minni í ritgerðinni þá ég líka að koma inn á sko að það verður að vera sérstök refsiheimild vegna endurtekins og kerfisbundins hatursáróðurs. Já, fyrir Möggu Friðriks. Nei, bara almennt. Ég að tjóka. Sem til þess fallin að hafa skoðanamótandi áhrif á fólk. Af því það var ákvæði í fjölmiðlum þess efnis að endurtekin hvatning að fjölmiðl sé endurtekið að kynda undir hatur, ofbeldi eða mismunun skuli vera refsivert. En nú það bara eins og í hegningalögum, það nægja einstök ummæli. Já. Þannig í rauninni, það rosa stór munur á hvort að fólk sé með einhver einstök ummæli sem virkir í athugasemdum á Vísi eða hvort það sé viljandi að nota aðstöðu sína eða dagskrárvald eða hvað sem við viljum kalla það til að breiða út og kynda undir hatri, ofbeldi og mismunum gagnvart fólki á grundvelli sérkenna. Og það á að vera metið til refsiþyngingar eftir. En þetta samt alveg svolítið að mínum mati ósjálfbært út af því að núna eins og í Bretlandi þar sem að drengjum var leyft, múslimsku drengjum var leyft í rauninni að grúma, þetta heitir grooming scandal, þar sem að tugþúsundir og það var enda sagt á þingi í Bretlandi að það hafi verið 250.000 stúlkur í Bretlandi sem allir einhvern veginn vissu af, allir í samfélaginu vissu það, allir í löggjafanu vissu þetta, lögreglunni vissu þetta, þingmenninni jafnvel vissu þetta og var leyft að nauðga óáreittir í mörg ár og núna til þess að takast á við það hefur Keir Starmer einmitt ákveðið að taka svolítið það sem að þú ert að tala að það megi ekki tala illa ákveðna hópa þar sem að var bókstaflega verið að takast á við þetta þannig að það mætti ekki ræða raunverulegar staðreyndir. Já, sem náttúrulega kolröng nálgun. Já. En á samaskap hún náttúrulega líka grundvöldlega að því að þarna eru 2 jaðarsettir hópar. Því að viðbröðin við þessum skandal hefði aldrei verið þau sömu og hefði þessar ungu stúlkur verið af yfirstétt. Þetta eru allt í rauninni fátækar, hvítar, lágstéttar stelpur með lítið bakland, margar með erfiða félagslegar aðstæður, foreldrar með fötlun svo framvegis og ég vil bara meina að það hafi ráðið miklu hvernig þessi skandall var tæklaður. Já, en hann ennþá verið að tækla hann í dag. Já. Og að verið að fangelsa fólk fyrir það að segja rangar hluti á samfélagsmiðlum. Ég ætlaði mér, ég er núna ótrúlega mikið ég ætlaði mér að koma inn á þetta og ég ætlaði að setja líka samhengi sem eru að gerast á Íslandi. Já. Ég held að við séum með aðeins betri stöðu heldur en eins og í Bretlandi því að margt sem að fólk að láta flakka núna í kommentakerfinu á hinum ýmsum miðlum væri eitthvað sem að væri til þess fallið að láta fangelsa fólk í Bretlandi. Já. Og ég ekki að mæla með því heldur, af því að ég held ekki öll sú tjáning sem fólk fangelsa fyrir sé til þess fallega að hvetja undir ofbeldi mismunun eða refsi verða háttsemi eða sína samkennda stuðning með því. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarp í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Nei, en ég einhvern veginn sko út af því að alltaf þegar við erum að tala einhver svona erfið mál, eins og þetta og ég meina
mörgum þykir galið og mér þar með töldum að það sé verið að reka bænahús í Leifsstöð sem að var einu sinni kaffistofa og Isavia bara, ég veit ekki einu sinni hvað Isavia sko, þú veist, maður getur hugsað sér að fara einhver svona sniðgangunar hérna mótmæli en ég veit ekki einu sinni svolítið erfitt þú ætlar að ferðast Já, nákvæmlega, þannig að ég vona nú að stjórnmálamenn rífi sig í gang og sparki stjórninni en ég einhvern veginn hugsa þetta þannig að við erum einhvern veginn alltaf að reyna að halda pottlokinu á einhverju sem að mun óumflýjanlega koma til með að gerast en mun koma til með að eiga miklu verri birtingamynd ef að það reynt einhvern veginn að fangelsa rangar skoðanir og mér finnst við alltaf vera einhvern veginn að tala þetta undir svo skammsýnum formerkjum þar sem að við erum alltaf að tala hérna já, við þurfum nú einhvern veginn að passa það að fólk sé ekki tala svona og svona og svona þetta mun alltaf bara springja andlita á okkur og þegar það gerir það að þá mun það taka á sig miklu ljótari mynd heldur en að hefði gert ef við hefðum bara leyft fólki að eiga svolítið svona vondar en hvassar og í sumum tilfellum rökræður sem að ekki einu svona rökumreistar eins og hún með hóplaukunarmálið já, en menn af hverju nær þetta að grípa sig það út af því að þetta búið að gerast í Bretlandi þetta stórkostlegt vandamál allstaðar annars staðar í Evrópu en við einhvern veginn teljum okkur í trúum bara já, nei, þetta nú bara eitthvað sem að kemur ekki hingað. Já, því miður, þá það staðan og það alveg rétt að takmarkanir á tjáningu vekja upp sterkari viðbrögð heldur en að hefði skoðanir fengið að flæða að mörgu leyti. En eins og bara í dómaframkvæmd, þá sjáum við það að það stuðstu mjög svipaða aðferðafræði þegar að vera að tækla hatursorðræðu og verið að gera þegar önnur mál tengt æruvernd eru til umfjöllunar og þar sjáum við til dæmis að ef einhver hefur gerst sekur refsiverða háttsemi og annar maður tjái sig það og þá farið eftir meginreglunni sannindi ummæla og þar af leiðandi væru þau ummæli alltaf talin refsilaus. En það sem vandamáli að fólk getur ekki margt hvert gert greinamun á einstaklingu sem hafa vissulega brotið af sér og eiga skilið kannski eitthvað umtal að margra mati og bara fólk sem bara að reyna að lifa lífinu. Já, ég meina það náttúrulega bara ótækt að mínum mati að einhverju svartir sauðir verði þess valdandi að heilu hóparnir þurfa að gjalda fyrir þeirra gjörðir og þar finnst mér eftir rannsóknarvinnu vissulega þið opinbera megi grípa inn í. Ég sko, en ef að hóparnir fara að gjalda fyrir, þá verður það út af því að fólk búið að reyna að takmarka umræðu þetta. Og ég held að það sé aðal punkturinn í þessu eins og við erum að sjá í sambandi við leigubílamálin. Maður búin að nefna þetta svona 20 sinnum í þessum þætti. Já. Það vissi allir hvað var í gangi á Leifsstöð. Það vita allir hvað í gangi í Breiðholtinu. Það vita allir að það sé verið að fara á húnana á völlunum. Það vita allir að þetta í gangi. Þú veist, fólk alveg í sama samfélagi og ég veit alveg að fólk að ræða þetta. Og fólk alveg mikið að einbeita sér frekar að því að þagga það niður heldur en að tækla vandan og þar náttúrulega rótin. Og rótin að fólk hefur verið opinberlega smánað fyrir að benda á staðreyndir sem eru ákveðnum einstaklingum og yfirvöldum ekki þóknanlegar. Það alveg rétt. Já, ég meina, sko, ef að upp úr síður, að þá mun það skrifast á reikning þeirra sem eru búin að vera að segja hérna að við þurfum meiri inngildingu og passa okkur hvernig við tölum og bla bla bla. Það mín skoðun. Það verður út af því að fólk búið að vera að tala það, að það eigi ekki að vera að ræða þessa hluti, út af því að við erum að tala fólki við viðkvæmri stöðu. Það bara málið. Og ef að við ætlum eitthvað að fara að einhvern veginn stinga höfðin í sandinn, eitthvað þróun sem búin að vera allstaðar í Evrópu, þá mun þetta skrifast á reikning þeirra sem að mála sig upp sem góðar manneskjur með 1500 skall á mánuði á Kjarvalsstofu, súpandi gott freyðivín, talandi það að við höfum alltaf að vera góður við með allar manneskjur og að allir eru velkomnir, taka ekki þátt í neinu sem við kemur því að taka vel á móti einhverjum hópum að því undanskildi að tala það á samfélagsmiðlum hvað þessi og góða manneskjur. Og það náttúrulega líka bara þannig að refsiverð háttsemi hefur voðalega litlar afleiðingar á Íslandi. Og sérstaklega ef einhver í svokallari viðkvæmri stöðu en hikar samt ekki við að brjóta af sér. Og það gerir fólk reitt. Og ég vil meina að það sé bara gripið allt og seint inn í. Ef það væri bara gerðar
breytingar á dómskerfinu í heild að það væri orðurann ekki svona. Nei, svo líka, það Eins og ef hérna glæpamönnum væri til dæmis bara vísa á landi strax. Fengi ekki verið í fangelsi hérna í mörg ár. Það myndi létta svo á öllu. Já, og þá er líka háttsemi og skaðleg hegðun farin að hafa afleiðingar. Já. Það er náttúrulega, og þetta er alveg eins bara með kynferðisbrotin. Ég meina, þú færði eitthvað skilaspöndin dóm fyrir að leggja líf manneski í rúst. Auðvitað er fólk reitt. Auðvitað eru brotaþolar brjálaðir. Besta sem að ég eiginlega séð í þessu öllu er hérna, sá eitthvað myndband hérna á samfélagsmiðlum. Já. Sem að var ung stelpa sem að gerði sem gildandi í kringum MeToo sko og það var hérna Á Íslandi? Já, á Íslandi, hún var eitthvað, ég man ekki á hvaða samfélagsmiðli þetta var. Okay. En hérna, hún birti myndband af sér þar sem hún var að tala hérna að hún var eitthvað, já, er það velta fyrir ykkur af hverju íslenski karlmenn eru núna að pæla í nauðgunarmenningu? Það er út af því að þeir vilja réttindi gagnvart því að fá að nauðga ungum stelpum á Íslandi. Þetta var svo ógeðslega gott, eitthvað fólk sem er búið að vera að tala fyrir því, sko, var hérna á einhverju ótrúlega grásvæðis kynferðis samskiptamáli í einhverjum heitum potti þar sem að fólk var ekki að ganga ósátt frá borði, Sölvi Tryggva undir þeim formerkjum að hann átti að hafa sko ekki nauðgað neinum heldur að hafa kýlt vændiskonu sem einhver annar gerði svo. Já, var dæmdu fyrir. Og var dæmdu fyrir og svo erum við með, þú veist, alls konar einhver mál þar sem að fólk var eitthvað hafði hagað sér eitthvað asnalega á einhverju árshátíð eitthvað þannig. Og svo og það var hérna, já, núna eru þið með áhuga á þessu út af því að það eru núna brúnir gerendur. Ertu að grínast? Þeir fóruð alveg fram úr ykkur með því einhverjum dellumál fullt af þeim þar sem að var vissulega hægt að eiga einhvers konar samræður það hvers konar samskipti kynin að hafa og það var einhverjir lunatic sem að tóku kyndilinn, hlupu með hann á einhvern allt annar stað sem enginn var tilbúin til þess að fara með þeim og þegar fólk var ekki tilbúin til þess að fara með þeim þangað, þá var það að já, þeir eru bara svo ánægðir með það að nauðganir séu til staðar og núna þegar gerendur eru brúnir þá hafið þið áhuga á þessu. Þetta er svo galið og það að við séum að beina Já, líka talandum að standa með þólendum í þessu samhengi. Pæli hvernig þólendur þessu brota líður. Það skiptir einhver máli núna, sko. Já, það bara vera aukaðri. Já, en þetta er bara svo fyndið út af því maður er búin að fylgjast með þessari umræðu og einhver svona núansverðar samræður. Ég held að eins og ég segi, sko, þetta snerist aldrei kynferðisafbrot, þetta snerist bara það að ná að kastla og svona sjálfan sér og vera góð manneskja undir því formerkjum og vera að skrifa status á Facebook. Já. Þú þarft ekki að gera neitt, þú þarft bara einhvern veginn að tala það hvað þú ert góð manneskja og allir sem eru ósammálaðir séu vondar manneskjur, þá kemur einhver svona dellugreinar eins og það eitthvað, já, vonda fólki vann og góða fólki tapaði. Þú veist, hugsaði bara að geta hort í speilin og sagði bara ég er góða manneskjan og allir sem eru ósammála mér er vonda manneskjan. Og þú bara ritstjóri, sko, heils fjölmiðils. Já, virts fjölmiðils sem fólk er með áskrift að. Já. Það er alveg svolítið. Þetta er náttúrulega bara, þú veist, og eins og segi, þetta er, já, skjóttinni, ég er búin að vera að bladra svo mikið. Nei, bara, það er þetta líka, þú veist, að því að með kynferðisbrotin, þú veist, opinbera smánunin er svo mikil þegar það kemur að ásökunum hatursáræði. Og það er náttúrulega alveg bara á þessari sundrungu. Og einmitt, mér finnst þetta, ég las einmitt þessa grein að það mega íslenski kallar ekki nauðga lengur. Ég held að hann hafi heitið það. Já, ég las hana reyndar ekki. Nei, ég var bara orðlaus, sko. Já, þú skil ekki hvernig er hægt að fjalla svona alvarlegt ofbeldi á þessum nótum. Nei. Af því hver einasta heilbrigða manneski ætti að sjá að hver gerandinn skiptir bara engu máli. Já. Allavega á ekki að skipta máli. Hlaðvarpið er í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það er stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Poulsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Hérna, tölum út af því að þú talaður hérna hinsegin samfélagi sem að hefur einmitt verið svolítið svona, hvað ég að segja? Áberandi. Áberandi, rétt. Áberandi í þessari umræðu. Já. Þau hafa, út af því að núna eru hlustendur líka alveg ungir hjá mér. Þannig að það er margt fólk sem að þekki kannski þína sögu beint. Nei. Þetta er sá hópur sem hefur ekki verið mjög ánægður með þig. Nei, við erum ekki vinir. Þú og hverjir? Við hinsegin samfélagið, á mörgu leyti. Nei, samt. Hefur þetta ekkert skánað? Því að sko núna... Ég bara veit það ekki.
vinur minn nefnilega, sko, annar vinur minn sem hefur komið reyndar í þetta hlaðvarp, Ok, hann lýsti því þannig að honum hefði verið útskoðað úr hinsegin samfélaginu og samtökunum 78 já, reyndi að mæta einhverju fundi og hann gert augljóst að hann var hann var jaðarsettur Já, var hann útilokaður og hann var jaðarsettur útilokaður og jaðarsettur en Og sko Kemur á óvart já, með allar þessar góðu manneskjur innanborðs já, kemur þér þetta óvart Nei, bara alls ekki Ég náttúrulega hef ekki verið í neinum þú ert náttúrulega í hinsegin samfélag eða þú veist átt að vera í Ég ávist að vera í látum það fylgja En söguna ég ætla mér ekki að vera í því nei, Það er bara no way, sko Mér finnst mjög skrítið að búa til samfélag utanum kynhneigð eða kyntjáningu eða kynvitund bara almennt já ef þú reifar svona aðeins ástæðunar hvað er það sem að fór þarna fram á síðustu árum Bara alveg síðustu 5 árum já, Sko, ég leiði mér að standa með J.K. Rowling og málflutningi hennar þegar hún lýsti því að aðeins konur færa á blæðingar og var orðin þreytt á því að konur var alltaf verið að gera lítið úr konum með því að ávarpað er aldrei sem slíkar heldur bara eitthvað fólk sem fer á blæðingar, ólétt fólk eitthvað svona það að megi ekki lýsa raunveruleika kvenna með bara orðinu konur það var eiginlega það eina sem ég svona benti á svo skrifaði ég einhvern tímann undir umsögn sem tengdi þessi frumvarp bælingarmeðferðir á börnum sem var fært inn í almenn hegningalög árið 2023 já, þar sem við vildum fá, við sem skrifum undir þessa umsögn vildum að frumvarpinu og orðalagi þess yrði breytt þannig að það yrði skýrara hvað væri átt með hugtakinu bælingameðferð og það urðu mjög heitar umræður í kjölfar þess sem leiddi til þess að ég misti ákveðna vinnu, ákveði verkefni sem tengdist þessi málaflokk ekki neitt og ég var mjög hávær út af því reyndi að leita rétta míns, það gekk ekki vegna þess að ég var búin að fá borgað fyrir verkið og hefði í rauninni valdið sjálfri mér tjóni með því að fjalla málið opinberlega þannig að það var í rauninni engin bótagrundvöllur sem náttúrulega alveg kapitulaut út af fyrir sig en þetta hefur verið þessi valdandi að við hinsegin samfélagið erum ekki góðu vinnir í dag Nei. af því að ég fekk rosalega mikið af bara mjög ljótum skilaboðum ekki góðri umfjöllun það var reyni smætta mig ég fekk hótanir persónulega bæði líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi flest af hálfu fullorðinna karlmanna merkilegt nokk og frá sem eru í hinsegin samfélaginu já því miður sko, og minna þetta þeir lefðu sér að segja að ég var illa upp alin þannig að fjölskylda mín fekk að finna fyrir þið líka og þetta var bara algjör katastrófa í raun og veru og notabenni þau sem úthýsti mér úr þessu verkefni eru ríkistofnun sem náttúrulega ætti í raun að vera kolólegt samkvæmt stjórnsýslu að gera en þar sem ég var verktaki búin að fá borgað þá var ekki rétt að grunn til að fara með máli lengra. Nei, ég sko nefnilega Ég vona að þessi saga hafi komið skýrt í skila hún er löng og leiðileg Nei, ég er náttúrulega þekkin hana, ég get ekki dæmt það nákvæmlega hvort, en sko þetta er samt varpar ákveðnu ljósi á það sko hversu mikið réttrúnaðurinn lét okkur missa vitið og sko ég held ánæður eða þú veist ánæður en þetta er náttúrulega eins og þú segir skilu, það er stofnun hana sem tekur ákvörðun það að þér er að vera sparkað og að þú hafi verið vegna þrýstings frá einhverjum ónefndum aðilum sem þeir gátu ekki nefnt á nafn vegna trúnaðar. Já, og þú veist, ég hef verið að segja að sko réttrúnaðurinn og vókið sem betur fer en núna á undanhaldi, eins og segi, góða fólkið tapaði, veist, þetta var aldrei gott fólk. Og þetta snýst aldrei ekkert að vinna að tapa? Jú, þetta snýst það. Ég viðunum í það. Já, og það er gott. Að, sko, en það er margt rosalega gott fólk sem er á sama vagni en veist, ég held að þessi öfl sé ekki leitt áfram að góðu fólki eins og ég er að tala þá hugmyndafræðilegu baráttu sem við höfum verið í hérna á undanförnum árum það sem ástæðan fyrir því að ég er búin að vera að segja mitt að réttrúnaðurinn sé svo hættulegur er nákvæmlega eins og þessi dæmi sem þú ert að tala og það eru mýmörg slík dæmi sem hafa átt sér stað á Íslandi sem hafa kannski ekki endilega náð
mikilli athygli. Nei, Það ótrúlega mikið af svona málum þar sem að réttrúnaður og einmitt eins og einhver svona lobbyhópar sem að mála sig upp sem góðar manneskjur og einmitt eru bara einhvern veginn á samfélagsmiðlum að góla á alla og þeir sem að eru ekki tilbúinir til að gangi í takt eru einhvern veginn vonda manneskjur. já, bara hóta öllum og gaslýsa alla, það er svolítið það sem er búið að vera að gerast. Já, ég Því meina, miður. ok, tökum bara sem dæmi. Já. Nú þú veist, þessi þáttur minn, nú ætla ég að klappa mér hans á baki, búin að fá þó nokkra athygli, sérstaklega undanfarið. Já. Ég velti fyrir mér, ef að ég hefði verið á RÚV eða einhverjum öðrum miðli, væri ég ennþá með hennar þátt, Kannski ákveðnum miðlum. eins og hverjum. Ef ég verið morgunblaði væri örugglega ekki, sko, ég er að tala um síðastliðin 5 ár, Já, út af því að, sko, hlutinir hafa skánað mjög mikið. já, þú undanfarið. hefur náttúrulega skapað þér plattform algjörlega sjálfur, en ég er ekkit vissum að þú hafi verið ráðin í byrjun á miðil til þess að vera með þennan þátt sem þú ert með núna. Í byrjun áður en þátturinn öðlaðist þær vinsaldir sem hann er með í dag. Nei, ég er líka bara að tala um, sko, 2021 til 2023. Já, Voru algjörlega stjórnlaust galin ár hvað þetta varðar algjörlega. og það hefði verið þannig að það væru hópar að hamast á þessum miðli sem ég hefði þá farið til eða verið á sem að væru að segja, heyrðu, þessi manneskja er vond, þið eruð að fara að missa allt ykkar og væru bara að hamast og þetta eru oft einhverjar, þú veist, 10 hræður sem eru bara í einhverjum lobbyisma Já. að keyra á einhverju narratífi að vondar manneskjur sem að þau sko mála upp sem vondar manneskjur með einhverjum sko markmiðum sem eru breytilega eftir á hverjum degi. Og hvaða dagur er í dag, sko. Já, nákvæmlega. Hvað skapið við komandir í dag? Já, og það er þetta sem hefur verið að stýra ótrúlega mörgu í íslenski stjórnsýslu og gerir reyndar enn. Því miður. Já. En ég ætla samt að benda þér á, nú er ég leiðilegt vókstir. Ég ger veit mér það alveg fulla grein fyrir því. Hlaðvarpið er í samstarfi við Ljárdalur.is. Ljárdalur sérhæfir sig í innflutningi á smágröfum og öðrum vinnuvélum og leggur mikið upp úr því að veita fljóta og persónulega þjónustu við hvern og einn. Hvort sem þú ætlar að gera upp sumarhúsið, gera upp garðinn eða hvað eina, þá ferðu á Ljárdalur.is og tryggir þér smágröfu til þess að klára verkið. Ég veit að það eru margir iðnaðarmenn sem hlusta á þetta hlaðvarp og þið farið inn á Ljárdalur.is og látið draum ykkar rætast sem þið hafið alltaf viljað að eignast litla smágröfu. Ljárdalur.is, kíkið á það, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Ég er hvítur cis-heteronormatífur. Já! Ég viss að það er að segja þetta. Þú veist, ég er samt ekki, mér finnst svona intersectionality greiningar almennt bara rosalega leiðilegar, þú veist, og ég nenni ekki að greina líf mitt eða annara út frá því. En þar sem þú ert tiltölulega ungur, hvítur kallmaður, íslenskur, ófatlaður, gagnkynhneigður, þú þekkir þetta, Já. þá vil ég meina að þér sé játað ákveðið svigrúm til að tjá þig öðruvísi en fólk sem tilheyrir einhverjum hópum eða býr við einhver sérkenni sem eru til dæmis í hatursorðalöggjöfinni vernduð. Eigum þá að vera með sérúrræði fyrir mig og sérúrræði fyrir þig? Nei, en ég vil samt meina, þú veist, ok, ég tók þá ákvörðun að tjá mig þarna bæði J.K. Rowling og og málið tengt þessari ríkisstofnun sem við ætlum ekki að nefna hér. Getum við please nefnt hann? Jú, ok, ferðamálastofa. Já, alveg, ferðamálastofa. Hún má bara taka skellin, sko, mér er alveg sama. En já, þú veist, ég tók ákvörðun að tjá mig þessi mál. Ég vil samt meina það að af því að ég er í þessum minnihlutahópum sem lobbyistar telja sig vera að berjast fyrir, að þá verður fólk ekstra reitt við mig fyrir að tjá mig á þann hátt sem ég geri samanborið við þig, af því að þú ert jú óvinnurinn af margra mati, þannig að þú ert miklu meira látin fyrir. Ég held að það, hvernig þú tjáir þig. En þú ert ekki að segja að það sé réttlætanlegt? Ég er ekki að segja, nei, ég er bara að segja staðreyndir með öð eins og þær blasa með mér, staðreyndir málsins, að ég held að ef einstaklingur sem er talin verið í forréttindastöðu tjáir sig, þá hafi það minni afleiðingar persónulega fyrir hann og hans nær umhverfi heldur en þegar einhver í minnihlutahóp gera. Þannig er eitt sem er dettur í hug núna sem að ég hefði reyndar ekki... Það er alveg svo bara með Sólveig Önnu, af því hún var nú að afneita vókinu hérna daginn. Og fólk taldi það vera tilefni að ráðast á hana af því hún er ekki skólagengin. Já. Og eitthvað svona, þú ert svo vandræðilega stolt að ég geta lesið þetta gagst þrátt fyrir að vera óskólagengin, húrra fyrir þér, eitthvað svona. Það dytti engum í hug að segja þetta við
akademíker til dæmis. Sko, Eða bara einhver, já, það er einn punkturinn sem mér að detta í hug Ok. núna sem mér finnst sjálfum fyrir áhugaverð hérna, sko, það sem er merkilegt í þessu líka er að, út af því að mér datta bara í hug núna þegar þú vorst að segja þetta sá hópur og þeir hópar sem að eru svona eiga helst til þess að vera verndaðir af ofangrindum aðilum hafi mitt orðið verst úti, sko, Já. mitt tjáningafrelsi hefur í rauninni ekkert verið skert og ég hef náttúrulega passað mig að koma mér í þannig stöður að það eru svona takmarkað aðgengi að því að skerða mitt tjáningafrelsi. En eins og þú ert að segja þarna, sko, út af því að ég er cis-heteronormatífur, ófatlaður, hvítur karlmaður, að þá er ég í þeirri stöðu að geta tjáð mig og er með meira plattform bla 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 bla. Já, já. Aftur á móti þá eru sko þessir hópar sem er alltaf að tala um það að minnihlutahópar eiga að hafa meira rými, minnihlutahópar eiga að hafa meira aðgengi að því að tjá sig, minnihlutahópar eiga að hafa meira aðgengi að því að trána sig fram í okkar samfélagi til þess að fleiri sjónarmið koma fram, að þá er það sko líka samt orðið þannig að þegar að þú gengur ekki í takt eins og þú ert blind og hérna samkynhneigð og skilurðu tikkar í box, þú ert hérna kona og af erlendum uppruna jável getum hent því líka inn, sko, þú mátt ekki vera ósammála. Nei. Það er ekki það skaðlegt fyrir hennar málstað að ég sé ósammála, sko, Einmitt. út af því að ég fitta í þetta box, en í rauninni er sko helsta skerðing á tjáningafrelsi minnihlutahópa þessi hugmyndafræði þennan intersectionality Já. kjaftaði þessu rugl. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim er Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort að það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni, en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta er dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Sem er rosalega þversagnakennt. Að þú ert í rauninni bara orðin eitthvað svona sem minnihlutahópur ertu orðin puppet fyrir hvítt forréttindafólk sem til þess að vera að berjast fyrir þeirra hönd. Það er náttúrulega alveg þá ertu komin í andhverfi, sko. En það er með þetta sem ég var að reyna að benda á, að ég held að, þú veist, fyrir mig hefur það haft miklu meiri afleiðingar að taka afstöðu. Var ég að taka þitt argument og gera það að mínu? Smá. Sorry, Nei. Ég held þú var pínu að tala fyrir því að... Nei, alls ekki. Ég er ekki að tala fyrir því. Mér finnst það sjálfri gjörsamlega galið. Þú veist, að fólk sé, að jafnréttisbarátta það hafi leitt til þess að fólk njóti ekki jafnrar stöðu til þess að tjá sig, eða það að ef fólk sem tilheyrir minnihlutahópum myndi sér sjálfstæða skoðanir að það getur bara skert lífsgæði þess og fjölskyldu þess til muna. Já. Það er náttúrulega, þá veistu bara barðan búin. Já, ok. Þá varst þú bara að segja Já, basically nei. Já, þá erum við sammála, sko. Já, ég sko, það er eitt sem ég langar að skjóta Og alveg eins og þú fyrst Jóhannes Þór til þín daginn. Já. Við rifumst einu sinni á netinu. Já. Af því að þarna, í tengslum við þegar Snorri Másson var að spyrja spurninga hvort það væri réttmætt að hagsmunasamtök sem njóta stuðningsríkis og sveitafélaga leggji fram kærur til lögreglu gagnvart almennum borgurum fyrir hatursorðræði. Mér finnst það bara mjög valid spurning sem má spyrja sig og þetta verðaði náttúrulega kæru samtakana 78 gegn Eldi Smára Kristinsinni, formanns samtakana 22 sem nótabene ég er ekki virku meðlumur í og auðvitað það sem margir halda. Að Jóhannes Þór var að tala um hvað þetta var í jaðarsettur hópur og hvað þurfti að standa upp fyrir honum. Ég benti honum á það að í samtökum 78 situr fólk í stjórn sem er bara mjög valdamikið í samfélaginu. Við erum að tala um stjórnmálafólk, fjölmiðlafólk, Jóhannes sjálfan sem er bara framkvæmdastjóri risa samtaka. Það er ekki djók að fá fólk í þessari valdastöðu innan gæslappa upp á móti sér en maður er bara Jóa bólnum, sko. Nei, nákvæmlega. Þannig að mér finnst þessi aðferð að tala um þessa jaðarsetningu, allavega þeirra hálfu, mér finnst að, ég geng bara svo langt að finnast að vera gaslýsing. Já, mér finnst þetta sko, mér finnst Jóhannes Þór vera toppmaður. Já, eflaust sko, en ég er bara ekki sammála þessu narratífi.
Nei, ég er alveg Ég held að sammála hann það, ger sko. sér ekki grein fyrir því hvað hann tilheyri valdamiklum hópi í samfélaginu sem getur haft mikil áhrif á líf almennra borgara og hvað svona kæra hefur í för með sér samanborið, sko, gagnvart þeim sem sætir kærunni samanborið við þau sem hafa orðið innan gæsalappa fyrir þessari orðræði sem kært er fyrir. Og mér finnst það náttúrulega líka að þurfa bara að meta í hvers skipti af því að eins og ég las einhver af þessum ummælum sem kært var fyrir og eins og ég skilði þá var það þau einhvern mann sem var dæmdur fyrir kynferðisbrot í Bretlandi sem skilgreinir sig núna sem trans. Þannig að í raun og veru kannski voru einhverju þessu ummæli sem ég hef ekki séð sem voru beint að transfólki almennt og það náttúrulega allt annað mál. En ef þetta snýst einhvern einstakling í útlöndum að þá náttúrulega hafa samtökin rosalega takmarkaða aðild til þess að sækja mála hendur eða kæra almenna borgara til lögreglu og í rauninni er að það er of mikið valda ójafnvægi til þess að það geti talist réttlætanlegt með við alltaf fjármagn sem samtökunum er veitt. Þetta kemur reyndar aftur okkur inn á aðeins hérna Sólveig Önnu og því að hún nefndi þetta einmitt líka sko, að hérna núna til dæmis er búið að vera að berjast fyrir því einmitt að sé kvennafrídagur og hann er náttúrulega bara Kvennaárið mikla Kvennaárið mikla sko. Já. Ég okkur ekki bara kvenna áratugurinn, þú veist, bara okkur er þetta alltaf einhverju, sko þetta byrja alltaf að þetta er dagar. Hinsegin dagur voru náttúrulega bara takmarkað við gleðigöngun á Íslandi og nú eru þeir orðin heil vika sem er alltaf læg. Nei, þetta er mánuður, er það ekki? Já, Pride Month, já það er í júní, það er nú aðeins Bandaríkjunum sko. Já, það er þá hérna líka, en hérna, sko, það sem Sólveig Anna mitt benti á, sko, þess að dellu með, ég held hún að mér svo nefnt kvennafrídaginn í því samhengi. Þú veist, það er engin hérna kona á Landspítalanum sem er frá Vietnam og Filippseyjum og þú veist, þetta er ekki Agnieszka sem eru hérna hjá Dagar að þrífa einhver hérna stórhúsnæði og þetta snýst ekkert einhverja konur sem eru í láglaunastörfum, sko. Alls ekki. Þetta eru bara einhverjar konur með 1500 skall á mánuði fyrir að vera einhver paperpussir í Borgartúni að hérna klappa sjálfum sér að baki hvað þori, get og vil og svo er BSRB eina sem að starfið snýst er að halda þennan hérna dag og ég á bara eitthvað að taka þátt í því þegar að hérna peningarnir mínir eru teknir ófrjálsri hendi til þess að styrkja þessi samtök og ekki til að berjast fyrir mínum kjörum, heldur til þess að halda einhver dag. Maður er bara, þú veist, hvað er í gangi hérna? Ég er alveg sammála því. Þetta er rosalega elítisk barátta á mörgu leyti og bara eins og konur sem er í vaktavinnu eða er á tímakaupi, þær geta ekkert verið að leyfa sér að taka sér eitthvað frídag, sko. Nei. Á lágmarkslaunum. Gleymdu hugmyndinni. Nákvæmlega. Upp á þetta að gera, þá er ég vinstri maður, sko. Já, svo var best við þetta þegar dagurinn var, þá voru það alltaf svona að senda kveðjur til kvennana í láglaunastörfunum. Já, ég man eftir þessu. Þetta var svo neyðarlegt. Þetta var svo neyðarlegt að fylgjast með þessu. Einmitt, þetta var svo mikið svona allar á Arnarhóli í einhverjum botlausum bublum. Oh my god, þetta var svo mikið forréttinda fyrringar moment, sko. Æskar fólk ferðir að veldið og svo eru lánlaunakonurnar sem hafa það verst bara að þjóna og skúra og... Já, við sendum kveðju til allra kvennana sem að þurft að vinna út af því að það eru nauðsynlegir starfsmenn. Einmitt. Hérna, Íva, Já. við þurfum að fara að ljúka þessu. Já, mér langaði samt af því að við vorum að tala um hérna lobbyismann og 78 og allt þetta að þá er núna hugmyndafræði í gangi sem er mikið verið að tala um sem kallast hættuleg orðræða og eins og ég skil hana þá er það sérst hatursorðræða sem er ekki refsiverð og er ekki hægt að dæma refsiverða í rauninni en er samt talin svona eins og fólk kallar hundaflauta og er að hvetja til mismunar gagnvart hópum aðalega, en það getur enginn bent á sko hvernig er verið að hvetja. Ég meina, ég sá til dæmis að það er bara til 2 kyn, það er skilgreint hættuleg orðræða. Og það sem mig langar svo mikið að vita og fá fram hjá einhverjum sem hefur meira að vita á sem ég og hvernig á að, sko ég veit að þessu á að svara með svo kallara gagnræðu sem ég held reyndar að sé frábært verkfæri ef það er rétt notað, sem er verið að þjálfa fólki í og það er bara, ég styð það að fagna því. En sko, ég er ekki viss að fólki sé treystandi til að halda umræðinni þar.
Þannig að mig langar svolítið að vita hvernig viljum við þá að hættulega orðræða sé tækluð. Þú veist, verður einhver, þú veist, er réttlætanlegt að smána fólk fyrir hana, þú veist, á hún að hafa afleiðingar, ef svo hvaða afleiðingar. Þetta allt saman mjög óljóst og mér finnst þessi umræða vægast sagt geta haft í för með sér hættulegar afleiðingar. Þannig að mér finnst að þau sem hafa hana frammi skuldi ákveðin svör og ákveðinar útskýringar til þess að við sem vitum minna fáum botni hvert er verið að stefna með þessu hættulegu orðræða hugtaki. En er ekki líka svolítið sko svona name of the game, svo ég sletti, að hafa þetta óljóst? Hentar það ekki bara því að þá getur þau notað þetta hverju sinni eins og þér hentar? Já, í hvað skilningi þá? Nei, ég er að segja, skilur, þeir sem eru kannski helst að tala fyrir því að það þurfa að rýmka hatursorðræðu og þannig. Já, bara því að hatursorðræðu er ekki nóg og það þarf ekki að lýsa hatri, heldur þarf það bara að vera eitthvað svona sem er ekki þetta er bara svo þægilegt hugtak sem að þú veist, einhver er kannski að bera fram einhvers konar skoðanir sem að eru fara á skjön við hið hefðbundna narratív. Já. Að þá er það alltaf, já, þetta er hætt, þú veist, við getum ekki nota hatursorðræðu lengur og þetta enginn tekur mark af þeim. Nei, af því að bara búið að ofnota líka hugtaki í mörgum skilningi því miður. Af því að hatursorðræða er til og hún er relevant. Og bara svo það sé komið alveg skýrt á framfæri, að þá er ég ekki að því að við vorum að tala um þessa lögreglukæru sem samtökin lögðu fram. Ég er ekki að styðja alla orðræðu Eldismára Kristinssonar, langt í frá. Ég held að það sé alveg jafn skaðlegt að búa til einhver niðrandi orð transfólk og vera með í rauninni það á heilanum alla daga og að vera að þagga niður í fólki, þú veist, hinum einn frá. Ég held að það sé bæði bara eilra sundrungu, maður kemst ekkert lengra með að rökra þessi mála samfélagsmiðlum, maður fær bara fólk upp á móti sér, eyðilegu fyrir sjálfum sér og öðrum sem eru að reyna að vera málefnalegir og þú veist, á jörðinni. Ég tek reyndar svolítið sömu leið og ég tek í sama streng og Christopher Hitchens heitinn gerði að þú sundrung er ekki neikvæð sko. Alls ekki. Hún bara, eins og hann sagði, politics is division by definition. Já, ef við erum sammála þá er ekki politík. Nei, en samt, hún má náttúrulega ekki vera þannig að fólk getur ekki talast við lengur þegar það mætist á götu úti og það er að fara að verða þannig. Það? Er þetta ekki einhverja 30 manneskjur á samfélagsmiðlum, sikkur megin? Já, en það er samt verið að hvetja okkur til þess að hafa óbeit á hvort öðru og loka á hvort annað, jafnvel loka á fjölskyld og vini, þú veist. Og það er verið að halda þessu til dæmis líka bara börnum og ungu fólki sem er bara rosalega skælt í báðar áttir. Það verður að vera einhver svona grundvöllur allavega þannig að fólk geti sest niður og bara tala út úr hlutina, eins og við tvörum greinilega ekki sammála sko hvar á að takmarka orðræðu borgara og það er bara allt í lagi. Já, ég ætla að hætta að tala við eftir þetta. Já, bara ætla að loka mig og bara sayonara. Já. En einmitt, ég held með að hafa hlutina óljósa þá sé að vera að gera okkur rosalega mikinn óleik og þess vegna þarf nauðsynlega að að þrengja þessa ramma og skilgreiningar og bara hafa okkur með á nótunum og ekki fara að búa til einhver hugtök sem er í rauninni bara til þess fallin að gera fólk í rauninni hrætt við einhverja afleiðingar. Eins og bara þetta með öráreitni sko og segja þá að gagnkynhneigðarhyggja sé öráreitni ef rétt reynist. Ég meina, ég held að öráreitni sé til og hún er til, ég verð fyrir henni, þú veist. En þetta er bara að verða til þess að fólk þor ekki, þú veist, ef ég fer að tala um allt sem örar, ég var að tala um þetta við vinkonum mér sálfræðingum daginn, ég vona ég sé ekki að blara mikið, að ég var að segja henni, ég fæ eiginlega ekki boð í atvinnuviðtöl og hún sagði já, þú veist, af því, og við vorum að tala um það í því samhengi hvort að ég tilgreina fötlun mína í umsóknum og tæknibúnaðinn sem ég notast við til þess að geta unnið sömu vinnu og aðrir. Og hennar raukur já, vegna þess að fólk þorir ekki að spyrja þessar spurningar lengur í atvinnuviðtölum. Það þorir ekki að spyrja þarfir fólks
af ótta við að ég fari og skrifi langan pistil á Facebook öráreitnina sem ég varð fyrir. Já, hann bara þægilega að fá Að bara fá mig bara ekki neitt. Nei, Já. af því að þú veist, þetta getur kallað á einhver óþægileg viðbrögð og útsett eitthvað fyrirtæki fyrir neikvæð umtali, þá bara best að sleppa sjálfi. Og ég held í alvörunni að svona hugtök og ofnotkun, þú veist, ok, ef ég verð fyrir öráreitni, það bara staðreind. Stundum eftir langa daga þá ringi ég einmitt í þessa bestu vinkonu mína, fæ að pústa það við hana og hún skilur og hlustar og meðtekur. Það bara nóg fyrir mig. Og ætti í rauninni bara að vera nóg. Þú veist, hvað getur þú gert meira í því? Ok, einhver sagði eitthvað sem ógeðslega leiðilegt, þú veist. Í gær þá var einstakling sem kom fram með mig eins og ég væri 30 ára fyrir að skrifa á tölvu. Því var ekkert breytt hérna. Og það hefur ekki áhrif á neitt nema mig, hvernig ég tækla það. Þú veist, þannig að þetta í rauninni ekkert umræða sem á eitthvað rétt á sér að vera á Facebook eða þetta ekki að hjálpa nein. Þetta eru bara fínustu loka orð. Það lætur mann hugsa sko. Já, einmitt. Maður hefur sjálfur verið að hugsa mikið þetta. Þannig að þið pælið í þessu. Við pælum í þessu. Hlustendur. Já. Hérna, Íva, við þurfum það má ekki líða svona langt þangað til við tökum næsta. Þetta algjörlega. var mjög skemmtilegt eins og alltaf. Æ, sömuleiðis. Takk aðeinslega fyrir að koma þangað til næst. Takk sömuleiðis.